Líður. Já, kæru vinnir, heyrðist ekki þessu? Jú, núna. Þetta er fyrir dverga, halló. Kæru vinnir, það kom til tals í gær að hugsanlega geti egg banað manni. Ég fór að googla þetta og það er reyndar þannig að ef þessi strútsegg þá getur að bana manni eða dettur að hinum ofan og á hausinn á manni. Ég ætla að segja hins vegar, nú kemur í ljós á næstu 2,5 viku úr hverju við erum gerð hérna í stjórnlagaráði. Hvort við látum strútsegg bana okkur eða einhver annur egg. Ég tel það að við séum að sjá núna til lands og sjá okkar hlutverk að brúa bilið og skila frá okkur fullkláruðu plaggi. Við höfum til þess 2,5 viku og við höfum alveg að geta og við eigum að gera það. Og einhver sagði það, eldri forsætisráðherra eða frægur forsætisráðherra sem er nú látin fyrir allmörgum árum, Gunnar Thoroddsen, í áramóta ávarpi að mig minnir að vilji er allt sem þarf. Og til að undirstrika það, þá ætla ég að bjóða til teitis eftir rúma viku til þess að halda landsbyggðarsjónarmiðum á lofti verður á 5. en ekki helgi. Og til þess að halda upp í jafnréttissjónarmiðum þá er mögum boðið líka. Þetta teiti verður í mínum heimahúsum klukkan 18 á 5. sem sagt annan 5. Já, það er allt í lagi. Það er bara komið þeir sem koma að vilja. Og það verður að sjálfsögðu boðið upp á léttar veitingar, bæði hvítt og rautt og hugsanlega verður einhver mjöður bruggaði líka. Þarna mun hinn stórpólitíska hljómsveit Grjótrun stíga á stokk og ef við sem í vafum forsetan þá sé að sá vafi hverfi eftir þann flutning og svo hef ég góð orð fyrir því að þjóðlagaráði sjálft muni einnig framkoma. Þannig að ég vona bara sem flestir geta mætt. Takk fyrir mig.